taka hana. Sjáum líka Agla María býður sig hér með, en það eru með góða gætur á sig að Þór Káa sendingin hér fyrir markið, Harpa upp í þetta og þetta fyrsta markið. Það hafsendin Kristín Dís. Hún setur fyrsta mark leiksins og það eru búnar 3:18. Kristín Dís Árnadóttir með fyrsta markið, óska byrjun hér hjá heimaliðinu og þær eru ekkert að hætta að skora. Og erfiðar í þessum hotspinnum, þessi bolti góður þarna frá Áslaugu Mundu. Og Áslaug Munda með fullta plássi, það er enginn sem stígur á mótinni hér. Og Áslaug Munda inn á teiginn, hún er enn með boltan og hún skýtur að marki og þessi stein liggur. Það stoppaði hann enginn. Frábært mark hjá Áslaugu Mundu, kemur þeim í 2-0, 14 mínútur liðnar. Og ótrúlegt hvað þetta var einfalt fyrir Áslaugu Mundu þarna að koma sér í þetta færi. Sjáum þetta hér, hún er lengst út á velli, það mætir henni enginn, það tekur enginn ábyrgð. Leikur hér framhjá þeim hverri af annari og neglir þessu bara í hornið fjær. Og verðskuldu 2-0. Sendingin kemur líka mjög nærri þarna og þetta slær Harpa inn, klaufalegt, hrikalega klaufalegt. En Áslaug Munda er að taka hættulega spinnur þarna og það virðist vera að Harpa liggi eftir, þriðja markið komið og mér fannst það bara tímaspursmál hvenær það kæmi. Ef við sjáum hérna, kemur mjög nálagt markinu, Harpa einhvern veginn slær hann inn og síðan steinliggur Harpa þarna, ég veit ekki hvort hún hefur. Sveindís fer á fulla ferð, hún hefur engan tíma til að pæla í þessu og sendir boltan hér fyrir markið og það er Agla María sem kemur fjórða markinu hér inn eftir frábæra sendingu frá og undirbúning frá Sveindísi Djén. 4-0 forysta. Þær eru konar með 39 mörk í þessari deild. En þetta var ekkert erfiðasta færi sem Agla María hefur fengið, en frábær undirbúningur hjá Sveindísi. Sjáum þetta hér, keyrir hér á Jakobínu, nær að koma þessum bolta fyrir og Loren komin út úr markinu og þarna er það bara Agla María sem setur hann yfir línuna. Þannig réttu dómur. Hér Berglind með skotað marki og þessi liggur inni. Berglind, þessi bolti virtist fara í varnarmann og þaðan í netið. Loren hann í vandræðum, náði ekki í boltan. Berglind Björg búin að bæta við. Hún er markahæst í deildinni. Var með 11 mörk fyrir þennan leik. Þetta er 12. markið hennar í deildinni. Sjáum þetta hér. Tekur skotið með vinstri, fer í varnarmann yfir Loren í markinu og það er 5. Hvað gera þær hér? Sendingin inn á teiginn og þarna er það Sveindís Djén. Þetta var einfalt. Lagði hann bara í fyrsta í netið og setti bara svona hægri fótinn í hann, hitt hann vel og Loren átti ekki möguleik í markinu hjá Þór Káa. Sjáum þetta hér aftur. Sveindís rífur sig frá Huldubjörgs, nær að setja fótinn í boltan, kemur Blikum í 6-0. Þetta eru ótrúlega töf. Hér kemur sendingin inn á teiginn, skalli og Rakel Hönnudóttir. Henni leiðist þetta ekkert, hún bombar þessu bara í netið. Dettur niður bolti fyrir framan hana og takk fyrir takk, set hann. Rakel Hönnudóttir bæti við 7. markinu. Sjáum þetta hér, svona klafs og skalli, dettur fyrir Rakel Hönnudóttir og hún dundrar þessi í netið. 7-0. Aftárunum fór út af, en fór út af á 80. mínútu að ég held og 7-0 staða hér. Aldrei spurning hvernig þessi leikur færi og virkilega sterkt hjá Blikum sem eru komið með 5 stiga forskot á toppi deildarinnar núna loksins, búnar að jafna Val í leikjafjölda.